Tróðum mér það, hérna erum við mættir sko. Já, þannig erum við mættir. Takk fyrir að koma, Frosti. Já, takk fyrir að bjóða mér. Kannski þarf ekki að kynna þennan mann fyrir ykkur. Frosti Logason, útvarpsmaður á X-inu í Harmageddon. Ég myndi segja anti-feministi, kannski förum inn á það á eftir. Okay. Anti-feministi, mikill aðdáandi Jordan Peterson. Ég sá þar hjá þér að hérna, þú hefði sagt semst að hann væri merkasti hugsuður samtímans. Ég hef örugglega sagt með merkustu hugsuðum samtímans. Ok. Ekki í æðsta stigi merkasti en, ok? Ok, og svo hef ég nú sjálfur lent í því að þú fyrirlítur, já þér er alveg ekkert sérstaklega vel við karlfeminista, svona menn eins og mig. Og svolítið svona talar um Fyrirlít þig? Nei. Nei, já, ég hef hérna svona ákveðna skoðun á þeim málum. Já, en það er einmitt svolítið ástæðan fyrir því að mér þótti áhugavert að fá þig hingað í spjall eins og hérna, ég veit ekki hvort þú tekið eftir en þessi síða, hún byggir svolítið á svona feminískum grunni og þessum svona hugsjónum sem að ég aðhyllist og hérna, þannig að mér finnst líka bara áhugavert að fá svolítið svona samtal við mann sem að er yfirlýstur svolítið hinum megin. Af því að við erum svolítið polariseruð og við skiptum okkur svolítið í svona með og móti, svart-hvítt. Mér finnst það mjög jákvætt hjá þér. Já. Og ég er algjörlega sammála þessari nálgun þinni að reyna að færa pólana saman í eitthvað samtal. Já, þannig að þetta er svona smá viðleitni hérna og smá tilraun. Mér finnst það mjög gott hjá þér. Sjáum bara hvað gerist. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma. Já. Herðu, en byrjum bara á þessu sem ég talaði með karlfeministana og hérna með feminisman. Af því að ég teki eftir að þú hefur gífurlegan áhuga á að ræða um feminisma og ræða um svona kynjun út frá, já, svona þinni sýn á hann. En ef ég spyr bara hvað er feminismi fyrir þér? Sko, í fyrsta lagi að þú kallaði mig anti-feminista, þá ætla ég nú að leiðrétta það að ég hef allavega aldrei skilgreint mig eða lýst því yfir að ég sé anti-feministi eða neitt slíkt. Það er ekki gert í hvorki ræðunni riti, en ég hef ýmislegt við feministmanna athuga og svona þær kennisetningar sem að hann boðar. Eins og? Ég til dæmis bara hugmyndin um feðraveldi og kynjakerfi. Ok. Þú veist, þetta eru en ef ég á að útskýra þetta einhvern veginn þá er þetta, lít ég á þetta með svipuðum hætti og önnur trúarbrögð. Það er að segja kristin trú til dæmis, við tökum það sem dæmi sem er svona nærtækt í okkar samfélagi. Við erum einhverju leyti alin upp í kristnu samfélagi og fólk sem er sannkristið, það trúir ákveðnum kennisetningum því að það trúir því að Jesú hafi dáið fyrir syndir okkar og það sé mjög göfugt til dæmis. Ég er ekki sammála þessu. Ég er algjörlega ósammála og þetta kristna fólk sem að trúir þessu, það finnst ég vera alveg bilaður að vera ekki sammála þessu. Mér finnst ekkert göfugt við það að deyja fyrir syndir annarra. Ég lít frekar svo á að maður er að taka ábyrgð á sjálfum sér og það sé ekki gott að láta annan taka fyrir sig sök. Þú veist, þetta er bara svona einhver grunnkennisetning kristinnar trúar sem að gengur ekki upp fyrir mér. Á svipuðu leyti er svona með feminismann, ég finn fyrir því að fólk trúir því að það sé einhvern eina rétta leið og ég er ekki sammála því. Mér finnst leiðir feminismans að jafnrétti oft vera rangar og ég upplifi að samaskapi eins og með trúarbrögðin að fólki, þeir sem aðhyllast feminisman finnst hann vera einhvern veginn hið eina rétta, finnst ég náttúrulega að vera alveg brjálaður að kaupa þetta ekki, að vera ekki með þeim í liði og bara að ég sé bara sturlaður. En hvað er feminismi fyrir mér? Nákvæmlega feminismi er upprunalega mjög jákvætt fyrirbæri af því að þú veist ég trúi því að jafnrétti sé göfugt og eina rétta markmið fyrir öll samfélög. Það sé besta útkoman fyrir öll samfélög sé að sem mest jafnrétti ríki og feminismin var auðvitað á sínum tíma þá voru konur ekki með jöfn tækifæri og karlar í samfélaginu. Þeim bauðst ekki sömu tækifæri til þess að ná að uppfylla sína drauma og leita af hamingju, skilur.
það eiginlega alveg hægt að, þú veist, sjá það bara með því að lesa sögubækurnar. Og það alveg, var mjög göfug og rétt barátta feminismans að leiðrétta þann halla. Og ég alveg, þú veist, hlynntur feminisma hvað það varðar, þú veist, en síðan á hinn bóginn þá trúi ég því að við búum í samfélagi þar sem að við höfum öll þá skoðun að jafnrétti sé besta mál og það séu raun og veru afskaplega fáir sem að líti á jafnrétti sem einhverja ógn eða að konur eigi ekki að njóta sömu réttinda og karlar. Ef að þeir eru til sem að trúa því þá eru það einhverjir algjörir einstaka afglapar sem að ég trúi eins og ég segja, séu hluti af einhverjum miklum minnihluta, en feminismin í dag hins vegar gerir úr þessu miklu meira mál að mínu mati og lætur eins og það séu allt vaðandi uppi í þessum skoðunum að konur eigi ekki að njóta sömu réttinda og karlar og svo framvegis og líta þar af leiðandi bara svona á mörg leyti svona skakt á samfélagið okkar, trúa því virkilega að það sé einhvers konar kerfi sem að systematískt kúgar konur til þess að karlar haldi sinni valdastöðu, sem að feðraveldis hugtaki gengur svolítið út á. Ég held að þetta sé bara eiginlega rangt, það sé bara ekki, þetta séu hugmyndir sem eigi ekki stóð í raunveruleikanum. Og í raun og veru feðraveldis hugtakið í mínum huga ákveðin samsæriskenning. Samsærið það að það sé kerfi til staðar sem heldur niðri konum og réttindum kvenna, kúgar konur og það kerfi sé sett upp fyrir karla til þess að halda sínum völdum. Ég auðvitað að lýsa samsæri, það segir sér sjálft, það sem ég að lýsa er einhvers konar samsæri. Þannig að ég, leyfi mér að segja og margir að gera það að feðraveldið sé í raun og veru einhvers konar öfgafullt samsæriskenning. Já, ok, þannig að þér finnst í rauninni baráttan þessi femíníska barátta hafa átt rétt á sér fyrir einhverjum áratugum? Já, á alveg rétt á sér, þar sem að hennar þörf, algjörlega. Já, en hvar hennar þörf? Já, þar sem að jafnrétti ríkir ekki. Já, en þið finnst jafnrétti þá í rauninni ríkja hér og feminismin þá mætti... Já, mestmegnis gerir það. Já, og feminismin mætti bara svolítið svona leggja sig í rauninni. Nei, ég segi það ekki, en hins vegar, þú veist, gengur hann fram eins og ég segi, ég er að lýsa minni skoðun og það séu ákveðna ranghugmyndir í gangi, sko. Já. Með þetta sem þú talar stundum bæði feðraveldi og kynjakerfi. Já. Hvað er kynjakerfi fyrir þér? Hvernig? Það er þetta sama á feðraveldi, basically. Já, það finnst þér að vera sama. Það séu svona einhvern veginn og það séu tilbúin hlutverk fyrir okkur sem að við myndum ekki falla inn í af náttúrunnar hendi bara því að við erum eiginlega, okkur er ýtt í þau. Já. Það er hugmyndin, skilst mér. Já. En hins vegar, er staðreyndin svo að, það sem ég held að sé til, það sem að megi kalla feðraveldi að einhverju leyti og var kannski meira áður, er ekki afsprengi einhver svona úthugsað systematísk kerfis til þess að kúga konur í krafti eða fyrir karla. Heldur sé það einfaldlega þannig að mannkynið hefur núna í árþúsundir þróast og við erum, hvort sem það sé jákvætt eða neikvætt, þá erum við á toppi fæðukeðjunnar orðið, og við erum með þess að fara að ganga mjög illa á náttúruna af því að við erum algjörlega drottnandi verur á jörð, á móður jörð, og sú staða sem við erum komin í núna er fyrst og fremst tilkomin af öflugu samstarfi kynjana. Við höldum áfram að fjölga okkur og dreifa úr okkur í krafti þess að við erum að starfa saman og í gamla daga, þá var það þannig að okkur voru skipuð svona ákveðin hlutverk, fyrst og fremst á náttúrunnar hendi. Þá er ég að tala um áður en að við fundum upp getnaðarvarnir, pillan til dæmis er algjör bylting. Langa amma mín, hún átti 14 börn og það fór, eins og gefur að skilja, mest allur hluti hennar ævi fór bara í það að vera heima að ala þessi börn, skilurðu. Og afi minn, sem hún átti öll börnin með, hann var allan tíman úti vinnandi á meðan. Og þetta er ekki af því að afi minn kúaði ömmum til að vera hlekkjuð heima við eldavélina, alls ekki. Heldur,
við vorum ekki búin að finna upp til dæmis getnaðarvarnir og svo framvegis og sem sagt og þannig skilur við hafið náttúran skipað okkur í þessi hlutverk þú veist, sem að með illu heilli eða veist, með góðu og illu þú veist, það er bara, þetta eru þau hlutverk sem okkur var skipuð og með ást og alúð og virðingu fyrir hvort öðru sko, og þá gekk þetta samstarf upp. En þið finnst ekki eima ennþá af í rauninni þessu í gamla daga, þessari samfélagsgerð, þið finnst ekki eima af henni ennþá í dag? Nei, greinilega ekki. Við erum til dæmis ekki með konur sem eignast 14 börn til dæmis. Reyndar er fæðingartíðni, hún er sem sagt, á undanhaldi, það er að segja að við erum hætt að fjölga okkur. Að meðaltali var ekki 1,5 börn á par, sem er auðvitað ekki fjölgun, heldur við erum að fara að þetta fara að draga saman og konur eru komnar á vinnumarkað sem betur fer, sem er bara hið besta mál, en það kemur út þannig að við erum til dæmis, við erum komin út úr þessu kerfi sem að ég var að lýsa í gamla daga. Okay. Þannig að þú í rauninni samþykkir ekki þessa samfélagsgerð þar sem að körlum er kerfisbundið hampað á kostnað hins kvenlega eða kvenna. Þú hafnar þessari samfélagsgerð. Já. Þið finnst þú ekki vera til staðar. Nei, að körlum sé kerfisbundið hampað á kostnað hins kvenlega. Hinu karlæga sé frekar hampað heldur en hinu kvenlæga. Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst við fögnum hinu kvenlega líka eins og hinu karlæga. Það eru eiginleikar í hvorum kynum sem við lítum upp til og setjum kannski upp sem einhverja staðalímyndir, hvort sem það sé gott eða slæmt. En þú veist, það eru vissulega þú veist, ákveðnar konur sem við setjum upp á stall, alveg eins og ákveðnir karlar sem við setjum upp á stalla. Já. Svona skátengt þessu, af því að ég hef heyrt einhvern tímann tala um eitraða karlmennsku, skaðlega karlmennsku og svona vera svolítið svona fogi yfir því hugtaki, en ef ég færi mig bara yfir hvernig lítur þú á hugtaki karlmennska? Hvað er karlmennska fyrir þér? Svo ég held að það sé til eitthvað sem heitir eitruð karlmennska, þú veist eitthvað þannig, sem er svo veist eitthvað svona ofsa machoismi og látalæti sem að þú veist get ekki talist annað en neikvæð. En hins vegar held ég sko að það sem mér finnst vera ósanngjarnt er það að karlmennska sé yfir höfuð talin neikvæð, þú veist, af því að ég held að svona ef að telja til einhverja eiginleika til karlmennsku þá þú veist, þá er það bara að vera, þú veist, herramaður, vera kurteis, koma vel fram, axla ábyrgð, hugsa fólkið sitt og þú veist. En hver er þá munurinn á sko góðri mannesku og síðan karlmennskunni? Mér finnst ekki vera munur á því. Mér finnst alvöru karlmennska er bara eitthvað fallegt fyrirbæri. Þess vegna finnst mér leiðilegt alltaf að tala karlmennsku í neikvæðu ljósi. Já, sko nú hef ég mikið verið að spá í karlmennskunni og er alls ekki og gef mig alls ekki út fyrir það að vera sérfræðingur. Ég er bara áhugamaður. Ekki ég heldur. Nei. Og ég hef einhvern veginn rekið mig á það, á þess að ég ætli svo mikið að vera að tjá mig hérna, heldur við meira að spyrja þig, að karlmennskan, það að við gefum einhverjum eiginleikum svona kynjað í rauninni, karlmennskan er kynjað orð, það á við karlmenn, að þá leið, af því að á hverju byggir karlmennskan? Fyrir mér, þá byggir karlmennskan, að vera alvöru maður. En af hverju talar við ekki þetta eins og? Það byggir á aðgreiningunni við hið kvenlæga. Já, en hið kvenlæga, þú veist, er eitthvað neikvægt að tala eitthvað sem kvenlægt, eða? Nei, sko, en af hverju talar við ekki það eins? Já og nei, af því að eins og ég líti það, að karlmennskan og það að vera alvöru maður, að þá erum við alltaf dettu svolítið í það að fjarlægja okkur. Að vera alvöru maður, hvað meinar með því? Já bara, þú veist, alvöru maður, svona alvöru karlmaður, harður, duglegur, óhræddur, allt þetta, að þá einhvern veginn erum við svolítið svona, já, sterkur, jafnvel svona massaður einhvern veginn, alvöru maður, að þá fjarlægja okkur upplifi ég þetta kvenlæga. Og aftur, af því að vorum að tala aðeins um kynjakerfið og feðraveldi og allt þetta, að ég lít svolítið á þarna sé grunnurinn á ójafnréttinu, þú veist. Þannig lít ég á þetta. En þér finnst í rauninni karlmennskan sem hugtak, þér finnst ekki að í kynjuninni felist á í rauninni ójafnrétti eða einhvers konar svona fyrirlitning á hinu kvenlega. Þér finnst ekki, þú sér það ekki. Nei, engan veginn. Kvenlega er bara annars konar
annars konar eiginleikar og þeir koma saman þessir eiginleikar, þú veist, og við það sem að, þú veist, hið hefðbundna, sko, algenga munstur er kona og karl í hjónabandi eða ástarsambandi, sko, þau bæta hvert annað upp með ólíkum eiginleikum og ólíkar áherslur og, þú veist, ólíkt, já, bara, þú veist, ég trúi því innilega að konur hafi að jafnaði örlítið ólíkar áherslur í lífinu heldur en karlar að jafnaði. Það eru til konur sem eru með mjög karllæg viðhorf og karlar sem eru með kvenlæg viðhorf og það er ekkert að því. En hins vegar að jafnaði þá erum við með svona, þú veist, ólíka eiginleika og þegar þeir koma saman þá bætum við hvert annað upp. Úr því verður til þetta frábæra samstarf sem að mannkynið er. Já, en aðeins áfram karlmennskuna. Að því að ég hef oft talað það að ég er bara gagnkynhneigður venjulegur strákur sem var fótboltastrákur og allt þetta og naglalakka mig og þá einhvern veginn svona fer á stað einhvers konar lærdómsferli hjá mér þar sem að ég upplifi og sé og fæ loksins að heyra þessa kynjun, þessi hugtök sem að þú svolítið svona hafnar að þá sé ég tel mig upplifa það hvernig, eða taldi mig upplifa það þegar ég naglalakkaði mig hvernig þetta kvenlega, hvernig ég sem gagnkynhneigður karlmaður má aldrei líkjast konu á nokkurn hátt, hvorki með, þú veist, naglalakki eða hvernig klæði mig og svo framvegis. Já, ég tengi ekki við þetta, sko, ég bara... Hvað finnst þér um það? Finnst þér þetta bara... Mér finnst það mjög sérstakt. Þegar ég var unglingur þá naglalökkuðum við okkur og settum á okkur augnskugga, þú veist, í rokkhljómsveit sem ég var í, sko. Já. Og ég upplifði aldrei eitthvað svona eins og þú ert að tala þú veist, þegar ég var naglalakkaður eða með augnskugga að, þú veist, að leita einhver á mig með einhverju fyrirlitningu eða, þú veist, ég næ því ekki. Þú veist, ég líka alveg upp í það bara frá ég var 12 ára gamall, þá voru ædólin mín naglalökkuð með augnskugga. Já, ég er reyndar, það er nefnilega sum, þú veist, tónlistafólk og eitthvað svona sem að gefst, virðist vera, leyfi til þess að rjúfa þennan hefðbundna kynjaramma, kynjabox. En ég skil það líka alveg að, þú veist, í fótboltanum að þá, sko, ef að, þú veist, að spila í sjötta flokki karla á einhverju, þú veist, pollamóti eða eitthvað, eða ekki pollamóti, einhverju svona öðrum flokki, ungir strákar sem eru í kappleik sem heitir knattspyrna og svo mætir einn þeirra með naglalakk og augnskugga að það er ekki að því að naglalakk og augnskuggi sé eitthvað hræðilegt, heldur bara að því að hann er einn svoleiðis. Hann sker sér mikið úr þegar hann er einn, sko. Ef það eru margir í þessu, eins og í rokkhljómsveitunum, ef allir eru með augnskugga, þá skiptir þetta enga máli. En ef þú ætlar að vera einn að gera eitthvað svona, þá skerðu þau óhjákvæmilega út. Og það þýðir samt ekki að það sé, þú veist, að því að við erum verur, mannkynið, og þegar einhver einn sker sig úr, þá vekur það athygli. Ekki endilega af því að það sé hræðilegt að vera naglalakkaður eða með augnskugga, heldur bara af því að þú ert að skera þau úr. Og eins og þú gerðir, þú fórst að naglalakkaður og var engin annar að gera það. Það er bara, og það er fullkomlega eðlileg mannleg hegðun og það er, þú veist, mér skrítið að þú skulle teikna það upp sem einhverja sönnun þess að mannkynið sé á rangri leið í kynjuðu kerfi. Mér finnst það mjög skrítið, því að, þú veist, í gamla daga, þú veist, aftur, það var snart orð gamla daga, en að það voru alls konar tískustraumar, sko, þú veist, karla með hárkollur og eitthvað svona, skilju. Það er bara fer fyrir hvað er í gangi hverju sinni. Það getur vel verið einhvern tímann verið þannig að við verum allir karla með naglalakk. Já, út af því að karlmennskan er hugmyndafræðilegt fyrirbyrði sem er afleiðing menningar og samfélagsgerðar. Karlmennskan, þú veist, og það hvað því að vera alveg maður. Þú veist, tíska og karlmennska er ekki það sama. En þú veist, já, nei, en þú veist, þetta svona er svipað element í þessu. Sko, ég meina, bara eins og þú veist, á 9. áratugnum þá var það í tísku að vera með, sítta aftan. Þú veist, þá voru flestallir karlmenn með sítta aftan. Og ef þú varst ekki með sítta aftan, þá varstu eitthvað skrítinn. En það er ekkert að segja, þú veist, að það hefði verið einhver skaðleg karlmennska sem hefði búið til það trend og að allir hefði þurft að falla inn í það mót, annars væri þeir ekki að fylgja karlmennskunni. Nei. Þetta eru svona, minnst þetta vera brjálæðislega ýktar hugmyndir sem að, þú veist, eiga ekki mikla stóði í raunveruleikanum. Já, ég skilji, ok. Þannig að þér finnst í rauninni ekkert að því og við þurfum ekkert að gera í því að strákum
til dæmis, ef ég tek það dæmi áfram, leyfist ekki, til dæmis að vera naglalakka, leyfist ekki að skera sig úr hópnum, sko, og ég tala sérstaklega það inn í hið kvenlega bóks, inn í þetta hefðbundna bleikabóks, að vera einhvern veginn, leika sem dúkkur, vera tilfinninganæmur, vera mjúkur, vera, við tölum til dæmis inn í hashtag karlmennskunni, þá voru fullt af sögum, þar sem menn voru að tala hvernig þeir gátu ekki deilt tilfinningu sínum, þeir gátu ekki tala við vini sína og svo framvegis. Þannig að þetta kvenlæga, mér finnst það vera hið forboðna fyrir karlmann. Ef að karlmaður fer inn í þetta bleikabóks, bleikabóks, hvað áttu við með? Þetta kynja, þetta bleika, ég er að tala um tilfinninganæmni, þú hlýtur að vita þegar ég tala um hinn kvenlega, hvað ég meina. Og ég er að tala um staðalmyndirnar, af því að veruleikin það er annað að naglalakka sig eða tala um tilfinningar. Nei, bara ef þú getur tekið þetta sem svona því. Ef ég myndi naglalakka mig í dag, í þeim vinahóp þar sem ég tala mikið um tilfinningar, við mína karlkyns vini, það er engin skortur á tilfinninganæmni, skal lofa því. En hins vegar ef ég kæmi alltaf með naglalakk, þá myndi ég að horfa á betur hvað er í gangi á þér í dag Frosti. Af því að ég er ekki venjulega með naglalakk og enginn á okkur er með það. Það er samt ekkert, þetta er ekkert eitthvað, þetta er ekki þannig mál einhvern veginn að mér er bannað að vera með naglalakk. Ég myndi kjósa þann daginn að skera mig úr, þá myndi ég uppskera auðvitað einhver viðbrögð við því. Mér finnst ekkert óeðlilegt við það. Nei, ekki staldra bara við þetta eina dæmi og við ætlum síðan að halda aðeins áfram. En sko, heldur ég er að tala um kerfislega, ég er að tala um bara ef einhver maður, bara random maður, ákveður það að hann vilji hætta að vera inn í þessu svona mainstream karlmennskubóksi, ekkert eitthvað svona alvöru maður dæmi, heldur bara, þú ert klæddur svona, ég klæddur svona, ég er að tala um það, þú sérð ekki að því bleika sé bannað innan gæsalappa fyrir. Nei, ég sé það ekki bannað, nei, einhvern veginn. Ég á líka vinkonu sem er transkona og hefur ekki farið í neina aðgerð eða neitt slíkt. Hún var bara strákur og gaur áður fyrr, smátt og smátt byrjaði hann að klæða sig í önnur föt og í dag er hún bara fullu transkona sko og henni bannast það ekki á nokkurn hátt, það er enginn sem bannar henni að gera það. Þetta er bara, en hún á nokkrum árum svissar hún alveg úr því að vera, strákur yfir í að vera kona, eða stelpa. Og ég meina, við höfum dæmum það allt í kringum okkur í samfélaginu og fólki leyfist alveg að gera það eða vil. En það mun vekja athygli þegar þú skerðir út tímabundið, til að byrja með. Og það er bara mjög óraunhæf krafa að ætlast til þess að þegar fólk sker sig úr með einhverjum hætti að það kom ekki einhver viðbrögð við því fyrst til að byrja með. Því að þá annars er ekkert spennandi heldur líka að skera sig úr. Þú veist að til dæmis í popkúltúr og hljómsveitir og svona, þar er beinlínis markmiðið að skera sig úr. Þú kemur fram og reynir að koma með og jafnvel að starta einhverju trendi. Vera í gamla daga var að vera í sikkorum skónum, vera með 2 lita af Converse skóm og þú skiptir við vinnum í einum grænum og einum rauðum og þetta var eitthvað trend, það er ekkert spennandi að skera sig úr ef það á ekki vekja neinn viðbrögð. Ok, herru, förum við í manni sem þú dáir mikið, sem er Jordan Peterson og svona það sem ég hef allavega lesið og kynnt mér hann og þá upplifi ég að ég og hann séum ekki alveg svona að deila hugmyndafræði. Ég hef líka aðeins verið svona ég googlaði til dæmis aðeins þig og sá þá að þú ert mjög frjálslyndur maður, á meðan Jordan Peterson er íhaldssamur, þú ert ótrúaður, Jordan Peterson er mjög trúaður, þú ert á móti leiðtogardýrkun en dyrkar Jordan Peterson. Já, það er þín orð og þú segir ég dái hann líka, það er líka þín orð. Já, algjörlega. Ég set enga manneski svo upp á stall að ég dái og dyrki eitthvað. Okay. Það er alveg andstætt mínu hugmyndafræði. En þú aðhyllist hans hugmyndafræði og hefur talað mikið að hann sé svona, eins og ég kom inn á hann, einn merkasti hugsuður samtímans. Þannig að ég finnst mikið til hans koma. Hvað er það sem að heilla við Jordan Peterson? Og það er einfaldlega vilji hans og geta til þess að segja hlutina eins og þeir eru í þessum svona undarlega
heimi sem við búum í dag, þar sem að hugmyndirnar eins og sem þú ert að lýsa til dæmis, sem ég finnst mjög undarlegar, að líta á hlutina með þeim augum sem þú gerir oft. Þær eru einhvers konar norm og ef einhver vill ekki bekkenna það eða viðurkenna það, þá er hann útrópaður sem kannski karlremba, kvenfyrirlítandi karlrembu skarfur eða eitthvað svona dót sko. Og fólk óttast að segja hlutina eins og þeir eru. Jordan Peterson gerir það ekki. Mér finnst það að vera mjög aðdáunarvert hjá honum. Hann segir hlutina eins og þeir eru? Já. Ertu með dæmi það til dæmis? Til dæmis bara hann bendir á það sem hann þekkir úr sálfræðirannsóknum og það sem að sálfræðivísindin hafa sýnt og sannað að konur og karlar hafa jafnaði ólíka eiginleika og ólík áhugasvið til dæmis. Þetta er orðið einhvers konar bannorð með feminismanum, þú spurði mig upphæðu hvað er sem ég gagnrýni við feminisman og svona, það er til dæmis þessar augljósu staðreyndir sem að sálfræðin hefur sýnt okkur að jafnaði séu karlar og konur með ólíka eiginleika. Hann talar um þetta, hann þorir að tala um þetta, hann fær bátt fyrir reyndar, ráðist á honum, en mér finnst mjög hollt og gott að fólk segi sannleikann í dag. Já. Og þú upplifir að feministar í rauninni, ef við alhæfum með feminista, þeir séu þá ekki að tala um sannleikann. Við þurfum ekki að alhæfa um feminista, en þú veist, eins og sérð, feministar eru margir hverjir, langt flestir held ég örugglega, á móti því að Jordan Peterson tali með þeim hætti sem hann gerir. Já, svona, ég get alveg kvittað undir það. Mér finnst margt sem hann segir dálítið undarlegt og svolítið svona, þú veist, svolítið íhaldsamt. Eins og hvað? Eins og hann aðhyllist eðlishyggju. Við séum fædd, þú veist, ástæðan fyrir til dæmis því hvernig við höfum okkur. Já, sem ég var að tala um áðan. Já, sem eitthvað meðfætt. Já, það er að segja, sko, hann hafnar hins vegar ekki mótunarkenningum eða félagsmótun alfarið. Hann segir bara að hún hefur miklu minna vægi heldur en félagsmótunarkenningar sinnar vilja halda fram. Já. En eru margir sem að bakka það upp hjá hann? Já, það er algjörlega. Vísindin bakka það upp. Já, hvaða vísindi? Bara rannsóknir til dæmis á smábörnum. Það er talað um að smábörn komi í heiminn algjörlega hlutlaus og við séum síðan bara að móta þau með að klæða þau í bleikt og blátt og svo framvegis. En það er ekki satt. Þau eru strax kornabörn eru strax sína ólíka eiginleika eftir kynum að jafnaði. Stúlkubörn sína meiri áhuga á fólki, augnsambandi við fólk meira, á meðan að strákar eru með meiri áhuga á hlutum. Rannsóknir sína þetta, endurteknar vísindalega rannsóknir. Hefur það ekkert með hversu hratt heilinn þroskast? Hratt heilinn þroskast? Já, eða þú veist, þroskaleiðina? Þú bara tekur vísindalega rannsókn á stúlkubörnum annars vegar og drengbörnum hins vegar og kemst að því að þetta er niðurstaðan. Og það þá eru notuð sem rök eðlishyggju eða að við fæðist með þessa þetta er meðalraka, meðal þess sem að styður þær kenningar. Já, ég er mitt sko að því að við höfum nú áður svona fjallað þessi málefni og þú sendir mér nokkra. Svo er auðvitað mjög auðvitað mælanlegt testosterón og estrógen magn í hormón sem eru í ólíkum hlutföllum eftir því hvort þú sért karl eða kona, eða strákur eða stelpa. Það er meira testosterón í körlum eða ungum drengjum heldur en stúlkum og öfugt. Meiri estrógenframleiðsla á konum. Og hormón þekkjum við bara, það vita það allir sem að, þú veist, til dæmis þeir sem gangast undir fara í meðferðir vegna, transfólk sem ætlar að breyta kyn. Það fer auðvitað í hormónameðferð og hormónin hafa afgerandi áhrif á bæði líkama okkar og framkomu. En aðeins aftur inn að þessum krakka rannsóknum að því að ég las eitthvað sem þú sendir mér og þú veist að það er alltaf svona í niðurlaginu að þá er svona settir alls konar fyrirvara og meðal annars með þessa rannsókn, ég gæti reynda bara fundið eina í fljótu bragði þar sem að hún dró svolítið í efa að þetta væri meðfætt og tók til bæði í rauninni þroska, bara þroska leið af því að tala að
stúlku þroskist. Hver dró í efa hvað væri meðfætt? Þessi rannsókn Já, sem að þú sendir mér, Baron Cohen rannsóknin. ég man ekki eftir hvað, Nei. að þar var dregið í efa, eða sem sagt það var settir þér fyrirvarar, að þetta var nú hugsanlega ekki sko fætt, þar að segja þau ekki fæðst svona, heldur vitaður ekki almennilega hver er mótunin, þroskastigið og síðan líffræðin. Ég veit ekki hvort að vísa í þarna, en við getum sko ekki... En þú sendir mér þetta sko. Já, ég veit ekki hvað hvort að vísa í nákvæmlega, en þú veist, við erum ekki að tala um neina mótun á unga börnum sem eru bara nokkra daga gömul, sko. Nei, þetta voru 9 mánaða. Já, ok. Og þessar rannsóknir sem ég er að tala um, það komast að þessari niðurstöðu og svo að sjálfsögðu vitum við það að estrógen og testosterónmagn er sko, það er, þú getur mælt það áður en að barnið kemur sko, áður en að barnið er fætt. Það er alveg, þetta er alveg augljós vísindi sko, staðreyndir. Það getur vel verið. Ég bara, ég aftur efast að það hefur svo afgerandi áhrif á hegðun og áhuga og svo framvegis. Af hverju efast það? Að ég tel bara mótunin og umhverfi okkar hafi það sterk áhrif að það óviðræti, en aðeins með Jordan Peterson aftur. Veistu hvað gerist fyrir stráka sem að sprauta í sig mikið af testosterón sko sterum? Heldur að eina sem gerist er að vöðvarnir eru að stækki? Já, meðal annars. Já, en hefur ekki heyrt að þeir verða aggressívari og ágengari? Það er einmitt þessi karllægu eiginleikar sem við tölum um. Já, algjörlega. Þannig að hafnar því að testosterón hafi hugbreytandi áhrif á manneskjuna sem það tekur testosterónstera inn? Nei, ég hef enga forsendur til að hafna því. En af hverju ætti testosterónmagn í ungum drengjum ekki að hafa áhrif á hegðan þeirra og atferli framkomu? Já, það kann að vera, bara það getur vel verið. En aðeins með, af því að Jordan Peterson, að tala um hann aðeins og hans kenningar, að hann tala meðal annars að stelpur eða konur hafi meiri áhuga á fólki eins og þú varst að tala um og strákar á hlutum. Já. Þú ert sammála því? Já. Og en samt er alveg ótal dæmi þar sem að við tölum um einhvers konar kynjað svona, ég var að segja verklag, þar sem að þetta gengur ekki upp. Já, kallið minn, sko, fyrsta lagi þá tölum við um að jafnaði, sko. Strákar hafa að jafnaði meiri áhuga á hlutum heldur en konur og konur hafa að jafnaði meiri áhuga á fólki heldur en... Já, en hann notaði þetta til þess að útskýra hversuna svona margar konur væri umönnunarstörfum og kallar væri í tæknigeiranum eða eitthvað. Já, það er klálega greinilega útskýra það. En hver er það útskýringin á því að konur hafi gegnum tíðina og virðist þér að konur sjá að þvott, strauja, þú veist, það eru hlutir, það er ekki fólk. Já, gegnum tíðina, við tölum um dáðan, hvernig hlutverkaskipting kom til af ýmsum þáttum, sko, og það er aðalega það að konur sáu heimilið af því að þær voru heima fyrir, af því að það lendi á þeim þetta barnauppeldis hlutverk sem við höfum sem betur fyrir breytt í dag. Já, þetta kemur ekki við það, bara hlutverkin. Við erum annars vegar með heimilistörf, svo erum við störf utan heimilisins. Þvottur er, því miður, þá ferst það undir heimilistörf, gerir jafnvel enn í dag, en sem betur fyrir erum við farin að skipta því á milli okkar meira. Það sem að báðir aðalar eru útivinnandi. Já, og það er svolítið trendi í dag að við erum öll útivinnandi og öll með einhvern veginn sem er besta mál. Já, algjörlega. En samt sem aður þá þrífst ákveðið ójafnrétti samt sem aður inn á heimilum. Það er mjög algengt að konan sjái áfram heimilið og þessi hefðbundnu heimilistörf. Já, og það eru rannsóknir á Íslandi að sýna okkur, sko. Já, það kann að vera, en það er líka eins og ég sagði, það hefur alveg verið sýnt fram á það að konur og karlar hafa jafnaði ólík áhugasvið, þú veist. En ég held að það sé nú alveg, þó ég sé ekki góður kokkur, sko, þá held ég að ef ég væri það, ef ég hefði mikinn áhuga á eldamennsku, þá myndi ég örugglega elda meira heima en ég geri, en þetta er bara, þú veist. Já, þetta er ekki einhver svona kerfi sem að við erum sko sett í gegn vilja okkar, sko. Nei, en eitthvað svona, ég meina þú talar sjálfur um það, þetta er afleiðing af einhverju samfélagsgerð, einhverju svona sem var og ég er einmitt sammála því að ástæðan fyrir að samfélagi er eins og það er og hugmyndirnar sem við höfum og þessi hefðbundnu kynhlutverk, þetta sé einhvers konar á upptöksin í einhverju skekkju sem að við þurftum mögulega fyrir einhverju síðan, en við þurfum ekki á að halda í dag, en samt ég held bara að það sé ekki endilega skekkja, sko, þetta sé bara, eins og ég segi, þetta var samstarfið þá og það var komið til vegna, þú veist,
þeirra hlutverkaskiptingar sem að náttúran færði okkur. En ekki systematískt kerfisbundið eitthvað plott karla gegn konum. Okay. Svolítið brjálæðisleg samstarfskenning. Já, við erum svolítið búin að vera núna að tala pólana, sikkur pólana og hvar við erum ósammála, við þurfum að fara að draga þetta saman. Svona semi-alókum, ég ætla samt ekki alveg að sleppa þar, af því að við höfum ekki talað svona gjána og polarisenninguna. En hvað það, af því að þú pælir mikið í þessu, hvað það sem að þú sérð að ég og þú, feministar, jafnréttissinni sem að þú kallar þig, hvar erum við sammála? Hvaða baráttu, hvaða málefni erum við sammála? Við hljótum að vera sammála að jafnrétti sé besta niðurstaðan fyrir allt samfélagið. Já. Og ég held að það sé engin ágreiningur það. En og bara við erum sammála það að konur og karlar séu jafn verðmæt, verðleikar þeirra séu, og við erum sammála að staðan í dag þannig að kvennastörf, svona hefðbundin kvennastörf, umönnunarstörf til dæmis, eru ekki metin að verðleikum. Það ekki, það einhvers konar brenglað verðmætamat, þegar við borgum fólkinu sem að annast börnin okkar á leikskólum og kennurum og jafnvel og umönnunarstörf á elliheimilum og spítalum og svo framvegis. Þau séu ekki almennilega borguð. Við hljótum að vera sammála það. Það brenglað. En hvaðan finnst þér þetta koma? Því að augljóslega þú sjálfur talað hvar mér finnst þetta koma. Hvaðan finnst þér þetta koma? Af hverju metum við þetta svona? Það góð spurning. Þetta náttúrulega umönnunarstörf eru ekki, það hlýst ekki af þeim einhver beinn gróði. Þannig, þetta er ekki verðmætasköpun sem við sjáum. Ef þetta er þetta verðmætasköpun að annast börnin okkar og koma þeim til manns, kenna þeim í skóla og svo framvegis, það klárlega verðmætasköpun. En við sjáum ekki einhvern veginn svona beinharða peninga út úr því. Þess vegna kemur þessi skekkja. Ef við myndum gera okkur meira grein fyrir hvað það verðmætt að koma börnum til leiks manns, þá myndum við kannski hækka þessi laun. En það einhver skekkja. Nú átt þú barn og þú veist væntanlega þetta dýrmætasta sem að þú átt í lífinu. Já, alveg klárlega. Og þú lýsir því að við metum þessi störf ekki að verðleik, eins og eigum að vera verðleikjaði. En af hverju? Af því við vitum að börn er að dýrmætasta sem að til er. Já, ég segi það, ég meina af hverju af því að við sjáum ekki beint gróðan fyrir framan okkur. Þetta í bankanum eru bara stöðugt bara peningar og peningastreymi. Þess vegna eru gjaldkerar í banka með hærri laun heldur en fólki sem sér börnin okkar. Ég er sammála við það brenglað. En skekkjan tilkomin einhvern veginn vegna þess að verðmætasköpunin okkur ekki augljós fyrir framan okkur. Sem við þurfum bara að setja meiri fókus á, held ég. Og þér finnst þetta ekki byggjast á þessu karlaga? Nei, það finnst mér ekki. Mér finnst alltaf vera svona ekki brenglun hjá þér að koma að blanda því alltaf inn í, Ég næði ekki, mér finnst það bara, eitthvað krúttlegt, en mér finnst það alveg, vera mjög óraunveruleika kennt, Já, ok. Alveg bara síðasta spurning, af því að ég hef gengið í gegnum allan svona mikinn lærdóm og séð einhvern veginn samfélag svolítið í nýju ljósi núna í kjölfar á MeToo-byltingunni og með auknu einhvern veginn svona umtali til dæmis það sem að fávitar eru að varpa ljósi á, það sem að veruleiki kvenna einhvern veginn allt öðruvísi heldur en minn veruleiki. Hvað hefur þú lært til dæmis núna í kringum MeToo-byltinguna? Hvað hefur hún kennt þér? Já, hvað hefur hún kennt mér? Já, það ekki gott að segja. Mér finnst að vera mjög jákvætt við MeToo-byltinguna allavega að það núna sé sagt stopp, konur virðast ekki, einhverju hluta vegna þá virðast konur hafa haldið að þær þyrftu bara að láta þetta yfir sig ganga, þær fengju ekki, áheyrn ef þær myndu segja frá og svo framvegis. En núna allavega komin einhver trú á það að þær geti sagt stopp við svona drullusokka eins og Harvey Weinstein sem að málið byrjaði nú allt á. Áður fyrir þá gat hann bara vaðið uppi og áreitt virtist vera eins margar konur og honum datt í hug. En MeToo-byltingin sem betur fer hefur bæði
sagt drullusokkum eins og honum að þeir geti ekki komist upp með þetta og sagt konum að þær geti verið óhrættar við að segja frá sem að einhver hluti vegna þær virðast ekki hafa verið áður þannig að það finnst mér bara vera jákvætt og annars hef ég ekki svona átta mig á einhverjum sérstökum lærdóm sko, sem ég hef dregið að því per se sko. Ég vissi fyrirfram alveg að maður á að maður klípur ekki rassinn á konu sem maður þekkir ekki og ég vissi fyrirfram alveg að maður er ekki að klæmast við konur sem maður þekkir ekki og maður sendir ekki tippamyndir af sér þetta allt hluti sem ég hafði alveg á kristaltæru áður en að MeToo-byltingin kom til sko. Akkur heldur það að séu svona margir sem að því maður heyrir frasa má ekkert lengur og það er bara bull það er ekkert má ekkert lengur þetta er svo mikið þetta er raunverulegt og þetta er algengur frasi Nei, þetta er ekki algengur frasi þetta er grín sko þetta er gott grín hjá Baggalút og svona en má ekkert lengur það eru bara einstaka afglapar sem segja svona má ekkert lengur hefurðu heyrt einhvern segja þetta? Ég hef heyrt bara þingmann lýsa því að hann vissi ekki hvernig þetta nálgast ákveðna þingkonu út af þessu MeToo. Ég átta mikið alveg á hvað þú átt við þar sko en þú veist, má ekkert lengur attitút, þetta er eitthvað sem ég kannast ekki við sko. Nei. En þannig að lærdómur þinn er svolítið að mörkin hafa verið dregin og Já, sem betur fyrr, loksins. Þannig að Okay. Já, og það eru kannski fáir drullusokkar sem hafa fengið að koma óorði á allt og marga, þú veist. Það sé að koma í ljós. Þeir eru mjög iðnir við kolan, þessir fáir drullusokkar virðist vera. Koma víða við. Þú veist, við töpum inn í svo stór umræðefni núna, hvað er ég að pæla, spyrja þessu að lokum, sko, en út af því að til dæmis fáiðar Instagramið síðan sem að er einmitt að varpa ljósa að þetta er einhverjum ekkert svo fáir einstaklingar sem eru drullusokkar og þetta er alveg ótrúlega margir og þetta er veruleiki alveg ótrúlega margra kvenna það er svolítið það sem ég hef verið að sjá hversu ótrúlega ráðandi einhvern veginn þetta er í veruleika kvenna þessi drullusokaháttur þar sem að einhvern veginn strákar sem ég held að og menn yfirleitt sem að vita mörkin í rauninni eins og þú lýsir þeim ég held samt að það sé sko þannig að það er eins og með aðra afbrotatíðni, hvort það sé kynferðisbrot eða kynferðisáreitni eða önnur afbrot, hvort það sé innbrot eða líkamsárásir og svo framvegis, að það eru langstærsti hluti fólks sem er ekki að stunda slíka glæpi. Það er síðan lítill hópur fólks sem sér að stunda flesta glæpina og svo er enn minni hluti sem að stundar ennþá fleiri glæpi, sem síbrotamenn ítrekkaðir. Sem þú getur skoðað þessa tölfræði það er bara lítill hópur manna sem að sér að fremja mestu afbrotin það held ég sé alveg nákvæmlega eins með kynferðisbrot og kynferðislega áreitni þetta sé ekki en þú veist þau geta komið fyrir á einhverju Instagram síðu sem einhver stór hópur fólks en þau tekur allt mengið einhverju 160.000 karlar á Íslandi það verður nú flestir ekki í þessu sko Nei ég held að við komumst ekki lengra það er alltaf að vera vitlaust í kommentunum Núna þegar ég slekka á, þá dettur þetta allt út, þannig ég veit ekki alveg hvert ég á beina fólki að halda áfram að spjalla, ég veit ekki hvort að fólk er að spjalla að tala við okkur. Nei, það er líf í þessu. Það er mikið líf í þessu, sé ég, ég hef ekki getað að lesa þetta samt. En ég held að við stoppum núna, við erum búin að vera í 45 mínútur. Við svo sem náum ekkert eitthvað að brúa gjána eða finna einhvern svona flöt sem að við leiðumst út síðan. Þú veist, við erum allan ekkert ósáttir, Nei, við erum ekkert ósáttir, en við erum alveg klárlega mjög ósammála. Og það litar að sjálfsögðu, þú veist, þegar þú hafnar feðraveldi og kynjakerfi og þessum kynjaða fítur, að það náttúrulega er svolítið Mér finnst það bara að vera brenglun. Já, að það náttúrulega, þú veist, hvernig eigum að halda áfram einhvern veginn að ráðast á rót vandans. Ég held að við þurfum bara að skoða samfélagið hvernig það raunverulega er og ekki setja upp einhver móðug gleraugu sem að byrja okkur sýn. Nú er ég að fara í mastersnámi í kynjafræði þannig að ég er að fara að skoða þetta í alvöru. Herri, kærar þakkir fyrir spjallið. Já, þakka þér. Slökkva á þessu. Það var mjög skemmtilegt.